Góðan daginn, velkomin á hádegisfyrirlestur fyrir fornleifafræðinga í Fornleifafræðiháskólanum í samstarfi við Þjóðminjasafnið. Í dag það Jakob Orri sem í doktorsnámi í fornleifafræði og hann ætlar að fjalla rannsóknir sem tengist einokunarverslun á Íslandi. Svo Takk hérlega. Já, ég sem sagt í þessu doktorsnámi og við erum tveir sem erum að vinna þetta verkefni saman, ég og Kevin Martin sem hélt fyrirlestur í byrjun árs, í janúar. Ég vil kannski byrja því að afsaka að mér á eflaust eftir að vefjast tunga tönn hér á eftir, en ég skora alla á að reyna að segja einokunarverslunarinnar hratt nokkur sinnum í röð. En verkefnið þannig að Kevin að skoða verslunina sjálfa og verslunarstaðina, en ég mun meira að skoða áhrif verslunarinnar á neyslu almennings á 17., 18. og 19. öld. En ég mun ræða verkefnið mitt betur hérna eftir, en fyrst ætla ég aðeins að tala sögu einokunarverslunarinnar. Árið 1602 var verslun í Ísland lokuð öðrum en kaupmönnum frá Danmörk, en á öldinni þar á undan var mikið þýska kaupmenn hér á landi, mest frá Hamborg. Fyrstu dönsku kaupmennir sem stunduðu verslun hér á landi voru séðir sem handbendi Hamborgur kaupmanna, sem gekk þvert á hugmynd dönsku krúnunnar að nota einokunarverslunina meðal annars sem tæki til að sameina Danaveldi. En svipað fyrirkomulag var á sama tíma annar staðir í Danaveldi sem Færeyjum, Grænlandi og í Finnmörku í Noregi. En árið 1619 var það tekið á það ráð að stofna verslunarfélag til að stjórna Íslandsversluninni og hrinda þannig út þýskum áhrifum, sem og að setja fastan verðlista fyrir kaup og sölu innan Íslands. Þó að samtökin sem tóku þátt í versluninni hafi breyst með tíð og tíma, áttu þau það öll sameiginlegt að hegða sér frekar líkt og gildi en fyrirtæki, eða allavega eins og við skiljum það orð í dag. Gildi voru félagasamtök sem yfirleitt eru kennd við hinnar evrópsku miðaldir, heitir á ensku gilds, en eiga sér mun eldri rætur en það og lifa ágætu lífi í einu formi eða öðru að minnstakosti fram á 18. öld. Gildi voru yfirleitt lokuð verslunarfélög, það aðild að þessum félögum voru lokuð nema þeim sem boðin var innganga af félögum og voru þau yfirleitt aðeins náskyldir ættingjar eða þeir sem gáttu gifst inn í réttar fjölskyldur sem var boðin þessi innganga. Gildi snerist aðalega að reyna að ná og halda stjórn á þeim hluta efnahagslífsins sem gildið vann innan. Það að segja koma upp einokun, frekar en að einblína á fjárhagslegan gróða. Þó að munurinn á gildi og nútíma fyrirtæki sé vissulega flóknari en þetta, kjarninn þessi. Gildi snúast fyrst og fremst völd, en fyrirtæki fjárhagslegan gróða. Fyrsta verslunarfélagið sem tók þátt í einokunarverslunum á Íslandi mjög greinlegt dæmi gildi, en meðlimir þess félags gengur svo langt að titla honum bróðir í anda munkareglna. Ég tek þetta fram hér því það þar til mjög nýlega hefur umfjöllun hegðun félagana miðast við nútíma efnahagslegar hugmyndir og litið á þessi félög eingöngu sem gróðafyrirtæki, þegar raunin allt önnur. En þetta fyrirkomulag, ríkisverðlisti og kaupmenn eða félög með einkaleyfi á verslun á Íslandi var ráðandi þar til 1759 þegar konungsverslun tók við. 5 árum seinna tekur almenna verslunarfélagið við, en það sá verslunina í áratug eða til 1774 þegar konungsverslun tók aftur við allt til 1787. Það ár yfirleitt talið að einokunarverslunin leggist af þegar ríkisverðlistar eru aflagðir og verslunin gerð frjáls öllum þegnum Danaveldis. En það endalok einokunarverslunarinnar? Ef við skoðum aðeins skilgreiningar á þessum orðtölum sem yfirleitt talin upp á endir hennar, þá sjáum við að upphæði skilgreinast því að takmarka aðgang að Íslandsmarkaði til Dana, en hún endar þegar verðlistar sem ríkið setti upphaflega á 1619 afnumdir 1787. Þetta vekur náttúrulega spurningar hvort við erum yfir höfuð að skilgreina tímabil einokunar rétt. Væri réttara að telja líkt og Jón Sigurðsson gerði að einokunin sé ekki lokið fyrir 1854 þegar Íslandsverslunin gefin frjáls öllum burt sér frá þjóðerni.
Eða ættu að telja að einokun hefjist ekki fyrir 1619 með setningu verðlistana og ljúki þá 1787. Þetta, svo ég viti til, hefur ekki farið nein umræða fram þetta, en sérstaklega áhugavert með tilliti þess að það verðist sem öllum heimildum, allavega þeim sem ég hef fundið, kemur saman leið og ríkisverðlistanir og aflagðir 1787, koma kaupmennirnir strax upp markaðseinokun. Markaðseinokun að sjálfsögðu annars konar en ríkiseinokun, en einokun samt sem áður. Og í þessu tilviki þessi markaðseinokun eiginlega ríkisstyrt. Hún lokuð öðrum en Dönum. En ef við farum yfir í fornleifafræðina, þá hafa og yfir 70 staðir með efni frá 16. og til og með 19. öld verið rannsakaðir á Íslandi. Það efni sem hefur fundist í þessum rannsóknum gífurlega margvíslegt, frá stöðum á borðið Hóla í Hjaltadal og Bessastöðum sem eru biskupsstólar og heimili háttsettra embættismanna, þar sem þúsundir gripa hafa fundist, til hins svokallaða Eyvindarkofa í Bjarnarfirði á Ströndum, sem var rannsökuð af Gísla Gestssyni árið 1955 og talinn kofi fjalla-Eyvindar. Við þá rannsóknu fundust leifar af efnaði, töluvert af girði og botn af trétalli, sem telst nú svo sem ágætt magn gripa fyrir rannsókn frá þessum tíma. Á myndinni hérna sjáum við Eyvindarkofa og hér veggurinn sem úr kofunum og hann byggður utan í klettin, hefur verið klæddur með hellum þakið, þannig að fallir í landslægið og verið góður felustæði fyrir sakana og Gísli taldi. En markmiðið með mínu verkefni að, líkt og ég sagði hér uppi, að skoða neyslu almennings á 17., 18. og 19. öld og skoða hvort breytingar verði á neysluhegðun Íslendinga við breytingar á fyrirkomulagi Íslandsverslunarinnar og hvort og hver hratt megi sjá þessar breytingar í fornleifum. Slíkar breytingar best að sjá á varningi sem endist stutt, það að segja það stuttur tími frá því að varan keypt frá kaupmanni, þar til henni hent og hún endar sem fornleifafræði. Leirker, krítarpípur og glergripir eru mjög hentugir fyrir rannsóknir á einkaneyslu á 17. og 18. öld, þar sem þeir varðveitast yfirleitt vel, birtast flestir fyrst í töluverðu magni á þeim tíma og endast yfirleitt stutt áður en þeir brotna á þeim hent. Töluvert magn leirkera, krítarpípa og glers hefur fundist við fornleifarannsóknir, en meiri hluti þessara funda koma frá stórum rannsóknum á ríkum stöðum, svo sem Hólum, Bessastöðum, Skálholti. Biskupar, prestar og aðrir fyrirmenn á 17. og 18. öld voru, líkt og hinni ríkari og herrasettu á hvaða tíma sem í samfélaginu, neita varnings á annan hátt en almenningur og gefa því ekki sérlega góða mynd af hag almennings, en það við markmið minna rannsóknum. Ef við hunsum þá hástéttastaðina, það að segja híbýli biskupa, presta og annarra fyrirmanna, þá breytist fjöldi fundina gripa mikið, en ég áætla eftir þeim tölum sem ég hef undir hendi eins og að aðeins þriðjungur allra fundina gripa frá 17., 18. og 19. öld séu frá þessum lægra settustöðum. Þetta samt mjög gróft mat og rauninni sett fram án ábyrgðar, en sýnir bara hvað til takmarkað efni frá þessum tíma. Eftir því sem ég kemst næst aðeins 2 staðir á Íslandi frá 17., 18. og 19. öld sem hafa verið rannsakaðir hnitmiðað, en það Eyvindarkofi og Búðarárbakki sem Kristján Mímisson hefur rannsakað. Og aðeins 2 staðir sem nefndist vera frá 17., 18. og 19. öld hafa verið rannsakaðir með opnum fornleifauppgreftri, þar sem stór svæði eru grafin upp til að fá heildarmynd af rústunum sem þar eru. En það eru Sandártunga í Þjórsárdal og bærinn að Arnarhól hér í Reykjavík. Flestir aðrir staðir frá þessum tíma hafa annaðhvort verið fyrir rannsóknum á eldri minjum og aðalega verið grafnir upp til þess að komast að þessum eldri minjum eða verið rannsakaðir með könnunarskuld og þá yfirleitt í tengslu við framkvæmdir á svæðinu sem þeir eru. En Arnarhóll var bær sem stóð þeim hól sem eflaust best þekktur meðal fólks af mínum aldri fyrir að vera heimili Rónanna Boga og Örvars og svo sem staðsetning styttu af Ingólfi Arnarsyni. Arnarhólsbærinn var yfirgefinn 1828 en byggðu virðist hafa verið þar allavega frá 16. öld hugsanlega fyrir.
Rannsóknarbænum fór fram sumarið 1993 undir stjórn Ragnars Eðvarðssonar, þá hjá Árbæjarssafni. En rannsóknin sjálf er líklega best þekkt fyrir fund á rómverskum pening sem líklega hafði komið fyrir Gnúpverjahrúga. Arnarhólsbærinn reyndist nokkuð skaddar framkvæmdum frá því styttan á Ingólfi var reist 1924. Það sést hérna, sem sagt, þessi kantur hér er kantur þar sem styttan er, grunnur styttunar. Og hún hefur semst verið reist inn í bæinn að hluta. En þrátt fyrir það kom út úr rannsókninni eitt stærsta gripasafn frá 18. og 19. öld sem ekki tilheyrir hástyttunni. Þar með talið rúmlega 100 krítarpípubrot og tæplega 400 glerbrot. Sandártunga var bær sem fór í eyði vegna eldgoss í Heklu árið 1693 og var rannsakaður 1949 á Kristjáni Eldjárn. Bærinn reyndist fátækur gripa en var ágætlega varðveittur þrátt fyrir mikinn uppblástur á svæðinu sem heldur áfram til dagsins í dag ef ég hef skilið það rétt. Kristján Eldjárn var vægast sagt fyrir vonbrigðum þegar hann komst að því að hér var 17. aldar bústaðar að ræða en ekki miðaldabústaðar líkt og hann hafði vonast eftir. Og sagði hann Sandártungu að öllu leyti bera þessi húsakynni merki þeirra niðurlægingar aldar sem þau eru frá. Til gamans hef ég hérna 2 grunntekningar, báðar fengnar úr Arbók fornleifafélagsins og með svo sömu grein. Önnur tekningin er af Sandártungu og hin er frá Fornmúla sem er einnig til 2 öldum eldri en Sandártunga að vissu en sem Kristján Eldjárn rannsakaði 1942. Hann hafði ekkert sérstakt út á gæði húsakynni á Fornmúla á að setja. Fornmúla virðist að mati Kristjáns ágætustu húsakynni en Sandártunga er merki niðurlægingaraldar. Og hvort er nú hvað? Þessi tilvitnun í Kristján ber greinilega merki hins hefðbundna viðhorfs tíma einokunar sem hinna myrkustu aldir Íslandssögunnar. En hérna er þess að Fornalá til vinstri og Sandártunga til hægri. En var 17. og 18. öldin virkilega svona slæm fyrir Íslendinga? Vissulega var þó nokkuð náttúruhamfarir. Ekki sístir voru skaftareldar 1783 með mannskeiðum móðurharðindum sem fylgdu, sem og þó nokkrar farsóttir. Svo vissulega var ekki allt dans á rósum á þessum öldum. En hvað með það viðhorf sem svo algengt fjárans baunana, sem voru svo illir við aumingja Íslendingana? Á það viðhorf rétt á sér? Aðrar spurningar sem ég vonast til að geta nálgast í gegnum verkefnið var það til dæmis hinna ólöguverslun. Getum við séð merki hennar á gripum sem finnast úr fornleifarannsóknir. Það er frekar ólíklegt þar sem allir kaupmenn fram til konungsverslunar virðast hafa leigt skip sín og haft með þeim varning frá upprunalandi skipana. En þessi leiguskip virðast flest hafa komið frá þeim löndum sem stunduðu ólögverslunina, það er að segja Þýskaland, England og Holland. En þrátt fyrir það tel ég að ólögverslun sé eitthvað sem vert er að hafa í huga. En spurningin sem ég mun aðalega fást við var það neyslu almennings með áherslu á leirker, krítarpípur og glergripi. Hve hratt breytast neysluvanir Íslendinga á þessum gripaflokkum við upphaf einokunarverslunar? Sjáum við breytingar innan tíma einokunarinnar og eftir því hvaða fyrirkomulag var á versluninni var til dæmis stór munur á þeim vörum sem fyrsta verslunarfélag flutti inn á fyrri hluta 17. aldar og þeim sem voru fluttir inn undir konungsversluninni í lok einokunarinnar. Ef hægt er að sjá þessar breytingar, hver hraðar eru þær og hvernig birtast þær í fornminjum. Næstu skref til að leitast að svara þessum spurningum er að draga saman fundarsöfn og rannsaka þau. Sem hluta af því mun ég í sumar vonandi geta farið og tekið könnunarskurð í ruslahauga á minnstu kosti 1, vonandi 2 stöðum. Hverju þessi staðir verða er ekki enn alveg víst en gaman var að heyra hvort einhver í salnum hefði einhverjar uppástungur góða staði sem líka vel við. En með þeim gripum sem þegar eru til úr fyrir rannsóknum og gripum sem fást úr rannsóknum þessa sumars mun ég vonandi geta komið mér upp greinargóðu safni. Því miður eru mínar rannsóknir enn og stutt á veg komnar til að geta svarað þeim spurningum sem ég hef sett hérna fram. En gangi allt vel og þá mun ég vonandi standa hérna ári með einhverjar frumniðurstöður úr þessum greiningum og geta sagt ykkur eitthvað meira. En svona aftur í lokinu þessu mjög
fullstutta erindi að þá langar mig bara að spyrja ef þið vitið einhverja staði frá 17., 18. eða 19. öld sem að liggja vel við höggi fyrir rannsókn á almenningsneyslu, þá þetta mér mjög gaman að heyra það. Kærar þakkir fyrir mig. Ég er með þetta eitt ég var sko í Móakot, það getur ekki verið. Jú, Allar taka það fyrir. jú, ég er með á lista, ég hef glemt að skrifa það niður. Jú, ég veit af því. Það er býður þarna þig. Já, það er náttúrulega mjög hentugt. Það er náttúrulega rannsókn á vegum háskólans sem að skoða það. Þannig að jú, það er eitthvað sem mun eflaust koma inn í það. Ég er Móakot. Þetta eru Seltjarnarnesi, nemendur koma og grafa út í kotið og svona að stækka á svæðið og það er svona frá þessum tíma og þannig vegur allavega. Það hefði rauninni átt að koma hana fram með Búðarbakka og Eyvindur. Það er í rannsókn. Já. Já, og svo er við takk fyrir þetta erindi. Gaman að heyra bara, mjög þetta nýbyrjar í þessu, en mjög áhugt. Gilsbakki síðan. Þetta var gerðum við sagt það. Ég veit ekki þegar ég er að fara yfir núna. Já, ok. Bara þetta er ekki skemmt. Já. Þetta er sko til að alveg sko fórum við gegnum þetta mikið á lögum. Já. En það er þó nokkuð sagt frá 1918. Já, þegar þú segir það, þá man ég að Orri held ég hafi bent mér á það fyrir Gilsbakka fyrir nokkra vikur. En ég hef bara ekki komist í að skoða það ennþá. Jú, takk fyrir það. Já, þetta er fyrir erindið. Við langar að spyrja þig út í tengslinn milli þessari gripa sem við rannsaka og neyslunar sem þú reynir að kartleggja. Já. Þú skoðar leir, gler og krít. Já. Og krítin, það eru pípur. Já. Og nú erum við kannski ekki mjög spenntur fyrir almennri neyslu á krítarpípum, hins vegar neyslu á tóbaki, þær standa fyrir tóbaksneyslu einhvern veginn. Og það eru spennandi spurningar ekki sagt. Hvenær tóbaksneysla kemst á, hvernig hún eykst, hvort hún er stéttskipt til dæmis, hvort píputóbak er einhvern veginn fínni neysla heldur en munntóbak, eitthvað þess vegna. Og maður ímyndar sér að þú munir reyna, en það verði ekki einfalt að ályfta frá pípunum yfir í tóbakið. Og svo átti ég mig ekki á því sko hvort gler og leir á sama hátt fulltrúi fyrir neyslu á einhverju öðru sem maður er kannski ennþá spenntur fyrir. Já, það er mjög góð spurning. Þú minnist að ná neftóbak, það er kannski ekki víst að nema ég fara til neftóbaksdósir hægri næstu hvort ég geti sagt eitthvað það sko. En það náttúrulega fylgir með að skoða neftóbak eða skoða þessi tóbaksneyslu og krítarpípur. Sem er sko hinn valkosturinn og hvað er það tóbaksjálf sem að finnast? Það er góð spurning, en í þessu það er... En og gler, það fulltrúi fyrir einhverjar neysluvörur? Já, það er náttúrulega gler, alls konar glergripir, glerflöskur, það er glerbikarar, það er þessi glergripir sem náttúrulega breytast í gegnum tíma. Ég ætlum ekki að segja hratt kannski, en þeir breytast tiltölulega hratt og þeir eru brothættir gripir sem þarf ekki mikið til að þeir endi í ruslinu. Þannig að það sýnir náttúrulega vel sko bæði hvaðan gripirnir eru að koma, hve hratt neysla þessara gripa breytist. Erum við að sjá að það er verið að flytja inn
sama sömu gerðina gripunum allt tímabilið eða er það að breytast? Eru Íslendingar að fylgja einhverjum kannski tískustraumum út í heimi? Og þá væri náttúrulega gaman líka að sjá, sko, getum við séð mun á því milli hástéttar og lágstéttar. Þetta er líka dálítið sko kennilegt náttúrulega með efnið. Og af hverju menn eru að halda í eitthvað visst efni að kasta því frekar. Það var dálítið áhugavert að velta því fyrir sig líka í þessu. Halda skemur í einhver ný efni af hverju eða öfugt. Algjörlega. Það var eitthvað áhugavert. Já, algjörlega. Ég var líka svona að velta fyrir mér einhver svona fagurfræðilegum hugmyndum. Er fólk kannski frekar að halda í krítarpípuna sem eru búin að skera út rosalega fallega eða er það einhver svona, hvað maður að segja, nánast nýhýlísk hvöt að skera út í eitthvað sem að þú náttúrulega hendir tiltölulega fljótlega. En það er kannski einhver sem að gáðar en ég sem þarf að skrifa þá grein. Ég ætla að benda á að það er ekki endilega rétt þegar að útiloka þessa hófstéttastaði eins og Skálholt, Sóla og Bessastaði vegna þess að það bjóða alltaf líka almenningur. Já. Það var bæði hóvar lágum sem voru þessum stöðum og þetta sem er fórnum í greiðkonum líka til snið. Það er ekki bara hófstéttar úrvalst einhverju fínir greið, það er líka einhver sem almenningur er frá notað. Já, það er kannski þá hvar dregur línuna, sko, hvernig þú skilgreinir það. En jú, það er alveg rétt eins og sé, við vitum það alveg, að það var þannig náttúrulega. Já. Það væri kannski hægt að skoða kannski bara líminn sjálfan, alla flóruna, sko. Já, það væri þá Það sem er vitað svona sirka út frá hvað kortum og ritum heimtum hver var í hvaða rými. Já. Þegar þú jafnar saman Vestmannaeyjaráðstefnuna 1622 til 19 og aftur á 1787 til 1844, það er mjög athyglisvert finnst mér. En er ekki munurinn sá að 1622 til 19 hafi ákveðnum kaupmönnum verið úthlutað ákveðnum verslunar sem er ekki eftir 1787? Þeir fái einokun á ákveðnum stöðum vegna þess að þeir kaupa verslunarbúðum. Jú, það er náttúrulega. En sko, nú eru þetta fræði sem ég meira svona vangaveltur, en ég eftir því sem ég hef séð að þá jú, þeir borga ekki fyrir leyfi lengur fyrir einstakar hafnir. Nei, þeir kaupa ekki inn á ákveðnum verslunarbúðum. Nei, en ekki opinberlega. En faktist gerðu þeir það samt. Því það voru fyrirtæki, viss kaupmenn sem að bara stjórnuðu að þeir og hafðurinni gátu útilokað aðra kaupmenn sem voru að reyna að komast inn á markaðinn þrátt fyrir það að þeir hefðu ekki opinberlega völd til þess. Og var þetta að breytast? Já, það var að breytast. Þeir voru að kaupa hverja öðrum og sem voru þenjast, sem vilja einhverjum að þenjast út. Já, algjörlega. Ég er frá aftur að hugsa gott. Ef þú ætlar að útiloka þessum spennistæði, þá er ekki voru mikið eftir. Nei. Það er ekki einhvers konar við samanburður þá við verslunarstaði til dæmis. Jú, það er náttúrulega, og það er kannski sko... Hvað hefur þá hugsaðið að nota? Við Kevin erum náttúrulega að vinna þetta sama, við erum með 2 verkefni sem að hann er að skoða verslunarstaðinu meira og við munum vera að vinna saman sko í þessu og jú, samanburðarrannsóknin var alltaf partur af þessu og nota þá mögulega þessa
greiningar sem þegar eru til á frá þessum hærri stéttastöðum til þess að skoða að skoða þessa læristaði sko, að bera saman. En þetta er allt í starttólum ennþá, þannig að það er allt opið fyrir því og ég opið fyrir öllum hugmyndum hvernig ég skal framkvæma þessar rannsóknir. Já, einokunina þá vil ég taka undir það með Gunnari að það eru aðgangshindranirnar sem maður notar til að afmarka einokun. Og sérstaklega hef ég á móti því að nota textana, lögbanna texta til að skilgreina einokun, vegna þess að þeir eru mótvægisaðgerð gegn afleiðingum einokun. Það gert ekki fyrir kvendur, fyrir Íslendinga. Að texta til þess að eiginlega takmarka valdi sem fylgir einokun. Já, það er... En annar mál er aðgangshindranirnar að skilgreina 1602 sko, það löngu á undan, það þurft leyfi til að verða. Já, það var búið að vera þar alveg. Einokun kannski hefst, hægt og hægt, en afnám einokun þegar aðgangshindrunin er afnýtt. Það er kannski líka það sem ég er svona pínu að reyna að benda á, það þarf að horfa á þetta meira sem þennan prósess í gegnum tíma. Þetta er ekki eitthvað sem er bara, sem að konungur í Köpen tekur upp bara svona upp úr þurru, sko. Þetta er partur af einhverju ferli sem er af stað og ekki bara innan Danaveldis, heldur bara innan Evrópu og mögulega víðar, sko. Ég er nú gjörsamlega ófróð í fornleifafræði. Mér þetta mjög ekki notað mismunandi verslunum staði til að vera saman á að flytta inn. Eins og ég minni endilega samstarfsmaðurinn við Kúvíkur undir. Tökum til þess það sem flutt inn í Kúvíkur og síðan aftur á Eyrarbakka. Og þýttir það vera á þínu blað. Það er eitt af því sem við erum að skoða. Er munurinn það mikill eða hvað? Og það er alveg rétt. Það er eitthvað sem við erum að skoða. Nei, það er alveg rétt. Takk fyrir Helga, ég var spáði að því að tala hugmyndastöðla í sumar. Ertu með eitthvað svona sem þú getur eitthvað áfæsandi stafni, eitthvað sem stafnæðisafni eða myndu vilja vera nálægt til okkur lestastöðum eða skilur líka eitthvað svona áfæðan? Já og nei. Já, við erum nú opin fyrir öll og það er náttúrulega sem að svona svolítið takmarkar er náttúrulega alltaf pingjan er létt, en það væri náttúrulega, við höfum aðeins rætt þetta, það væri mjög gaman að geta tekið svona svæðisbundnar rannsóknir, sko, geta tekið þá kannski ef að Kevin gæti tekið skoða verslunarstað og ég geti skoðað þá stað sem er nálægt og stað sem er fjær og hvort að við getum séð einhverja breytingar á milli þá þessara staða, sko, hvort að það sé, hvort að verslunarstaðurinn sé þá alveg bara kastalar og hallir gripum og hvort að það verði þá fátækara því fjær sem þú ert frá staðnum eða hvort það skiptir engu máli eða hvort það sé öfugt. Þetta er eitthvað sem væri rosalega gaman að geta skoðað en við verðum bara að láta tímann ráða hvort það sé mögulegt. Já, það er gaman að hlusta á fornleifafræði.
Og mér finnst mjög gott í það að svona setja spurningamerki við þessa tímaafmörkun 1620–1787 því að svona verður venja og menn gleyma því að semja þessi ár. Ekki endilega hárrétt alltaf hvernig sagnfræði að skipta í tímabil og eins og skoðanum því. En þetta sem þú sagðir gildi og mjög á gildum og félögum og gildi börn, félögum og gróða. Af hverju skildu hefur ekki að hugsa þetta gróða þarna 1602–1690? Já, eins og ég sagði, þetta er náttúrulega mjög gróf súmmeringa á því hvað munurinn er á þessum. En náttúrulega gildi var meira umhugað stjórn og þeir náttúrulega voru að græða á tá og fingri. En þeir voru að græða með því að stjórna hver fengi að versla og hver fengi að hafa athafnir innan þessa hluta efnahagsgeirans. Og það er svona kjarninn munurinn á hinni ídealísku efnahagshugsjón er að allir séu að vinna saman til að hámarka efficiency, hámarka gæði efnahagsins, alltaf að reyna að stækka kökuna sem þú hefur til þess að taka úr. En gildin voru meira að hugsa að stjórna sem stærstum hluta af kökunni. Og þá er þeim eiginlega nokk saman hver stór hún væri, hvort þetta væri smákaka eða einhver gúmmilaði rjómaterta. Það snerist meira stjórn og hafastjórn. Og kannski svona gildir náttúrulega mjög breytileg gegnum tíma og gegnum mismunandi stöðum, en það er svona undirliggjandi svona viss á tímum national exclusion, en þetta er eitthvað sem aðalega benda á því að það hefur alltaf verið hugsað þessi verslunarfélög sem hafa tekið þátt í einingunni sem þessar fullkomnu vélar til þess að hámarka gæði efnahagsins á þessum tímum. Svipað, já. En hugsanlega lógík í já. Það er eitthvað sem ég langar að gera. Það er eitthvað sem ég væri mjög til í að gera. Það er aðalega spurning tímarammann, hvort ég hef hreinlega tíma til þess að skoða það líka. En ef það vinnst tími í það, þá er það eitthvað sem ég er búinn að hugsa og eitthvað sem ég langar virkilega að gera. Þá er ég aðalega að hugsa einmitt Finnmörk sem svona góðan kost til samanburðar. Já. Já. Það er hugað. Það voru gaman að fylgjast með verkefnum svo áfram og kærlega. Takk fyrir mig.